Komiði sæl og velkomin í Gulli byggir hlaðvarpið úr Nóa Sirius stúdíónu hjá podcaststöðinni. Bíkó hefur í gegnum áratugina þjónað fólki og fyrirtækjum í framkvæmdum. Þar vinnur þrautþjálfað starfsfólk með áratugareynslu. Ég segi bara til hamingju með breytinguna á vestlunum ykkar, þær eru glæsilegar. Nú ég hef klæðst Snickers vinnufötum í nokkra áratugi, þau eru endinga góð, ég þvegi þau inn á milli að sjálfsögðu. Þau eru þægileg og smart þar sem hönnuðir Snickers fylgja nýjustu tísku. Þú fær Snickers vinnufötin hjá Haga, Stórhöfða 37 og á hagi.is. Málning hefur í áratugi þróað málningu til að nota innan og utan hús. Allir palla og skjólveggjarsmiðir þekkja Kjörvaran sem er frábært efni á pallin og veggina. Kjörvaran er hægt að fá í fjölmörgum litum hjá málningu. Íspann Glerborg framleiðir hágæða einangrunargler og spegla fyrir allskyns glerlausnir sem henta fyrirtækjum sem og heimilum. Íspann Glerborg hefur verið fjölskyldufyrirtæki yfir 50 ár. Það hefur starfsfólkið áratugareynslu og tekur vel á móti þér á Smiðjuvegi 7. Og síðast en ekki síst, Landsbankinn, hann býður upp á lánamöguleika þegar kemur að framkvæmdum. Ef þú átt ekki fyrir framkvæmdunum akkurat núna, þá getur verið gott að tala við lánasérfræðing hjá Landsbankanum. Gestur minn að þessu sinni heitir Margrét Arnarsdóttir, rafvirkjameistari, kennari og verðandi múrari. Kona sem gerði upp íbúð í Álalendi í Kópavogi og við fylgdumst með í Gulli byggir fyrir nokkrum árum. Hún var einnig tíma formaður félags fagkvenna. Hún er kona sem brennur fyrir að vekja athygli á iðngreinum og hvetur ungar konur óspart til þess að skoða þann valmöguleika. Það er skemmtilegt spjall hér framundan við Anna Margréti. Velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Byrjum aðeins ég kynnti þið hérna áðan, rafvirki, verðandi múrari. Já, heldur betur. Við ætlum reyndar aðeins að koma inn á það á eftir. Okay. En byrjum á rafvirkjanum. Okay. Já, svo ertu formaður félagskvenna félagsfagkvenna. Félagsfagkvenna, já. Við möttum að ræða þetta alls saman. Byrjum aðeins á byrjuninni. Hvernig kom það til að þú fórst að læra rafvirkjun? Ég var eiginlega bara svona pínu á krossgötum. Hvað ég ætlaði að gera þegar ég er stór og svo bara var ég að þræða alla vefsíður á háskólanum og þetta mannlega byrjaði þar eins og örugglega flestir. Ég fann bara ekki neitt og svo ákvað ég að skoða bara alla aðra skóla, bara hvað annað nám er í boði og bara fann þetta í rauninni og bara skráði mig og hugsaði bara akkur ekki og þú veist ég má hætta. Já, einmitt. Og ég er ekki að gera neitt hvort þið er, þú veist ég var ekki hætti í háskólanum og byrjaðir þar? Já, ég byrjaði í lögfræði og þú veist, mér finnst það gaman en ég áttaði mig bara fljótlega á því ég hef engan áhuga að vinna við þetta. Eða þú veist, þetta er ekki fag sem að hendar mér upp á það að sitja á skrifstofu og skrifa skjöl og ég veit svo sem alveg svona nokkuð hvað lögfræðingar gera því að það er mikið af mig í fjölskyldinni. Ok. Er engin iðnaðarmaður í? Er svona í nærfjölskyldinni? Nei, ekki í nærfjölskyldinni. Jú, þú veist, það er einn, það er nú ekki mikil samskipti þarna á milli því mig, það mætti vera meira, en ég verð að viðurkenna, ég var nú búin að gleyma því þegar ég skráði mig, en vill til að sá er rafvirki líka. Nú, já, ok. Já, var kannski bara ekki að vinna lengi sem svona típiskur rafvirki, þannig að það tengdi ekkert við það. En þú fórst, sem sagt, skráðir í rafvirkjanám og byrjaðir og leist strax vel á þetta? Já, bara rosa vel. Ég var í rauninni að því búin með menntaskóla og gæti skráð mig á hraðferð, hér þá allána, ég er ekki vissum að heiti það saman í dag. Þannig ég gæti farið, þú veist, tekið fyrsta árið á einni önn í rauninni og það hendaði rosa vel. Mannlega bara alveg vel þjálfari í því að læra og miklu eldri kannski heldur en þessi grunnskólakrakkar sem koma. Já. Og þá fór maður alltaf hratt inn í þetta líka og það var bara geggjað, Já. Og svo þurftir að komast á samning, var það ekki? Jú, heldur betur. Ég þekkti alltaf ekki neitt, Svo sér maður ekki annað en, þú veist, rafvirkjabíla í dag, En ég bara sótt á fyrsta stað sem að kom í heimsókn upp í skóla. Já. Og var heimsókn frá onn og veitum. Og það var ekkur bara, já, þeir byggðu upp á pítsu og voru að tala fyrirtækið og eitthvað svona og svo bara ég sagði bara, herði, shit, ég þarf að sækja mig eitthvað. Ég sækja bara hana. Og já, rauninni kom stað. Hjá hann? Já, ég held náttúrulega að myndir svo margir sækja þeir ætlaði að vera með 4 pláss. Við vorum alltaf 2 stelpur sem sóttum Hvað voru margar í náminu þegar þú fórst? Ég átti mig ekki á árunum í kring, að þetta 4 ár, en
ég get allavega sagt að það var einn sem byrjaði með mér sem síðan hætti og svo vissi ég ekki af hinni sem sótti líka því hún var bara, ég held að hún hafi verið ára undan mér þannig að hugsanlega voru við bara þessar tvær en ég man ekki eftir neitt sko. Það voru fleiri í rafeindavirkjun ég sá þær meira en já, ég fór í gegnum þetta allavega einn sko. Og fékkstu samning hjá þá On? Ég fekk samning hjá Veitum Veitum, já. En svo fekk ég svona ferðast hjá fyrirtækinu hjá þeim. Og hvernig var þér svona tekið þegar þú kemur inn í Veitur sem nú svona rótgróið í eigu? Ég held allavega að við höfum snarleika meðalaldri en það. Já, það. En jú, okkur var þetta bara tekið vel sko. Alltaf topp fyrirtæki ef maður spáir í því og í rauninni bara ennþá betri dag sko. Þetta var held ég við minnir þeir hafa nú einhvern tíma verið með nemaprógram áður en við sem stuttum inn á svona spes nemaprógram þú vorum að auka starfsmenn í rauninni sem var alltaf bara geggjað þeir geta leyft sér það og það var svona, þú veist, þetta voru ekki hnökrar en það var þetta verið að, þú veist, gera þetta aftur og fyrst skipti langa tíma. Já, en það voru ekki margar konur sem rafvirkjar hjá Veitum á þessum tíma, eða hvað? Nei, hvort það hafi verið einhverjur upp á skrifstofu, en það var enginn sko í teimanum sem ég var út á gólfi. Þú varst bara úti að klifur upp í staura og svoleiðis eða hvað? Sko nánast, bara úti í skurðum og einmitt, fengum að klifra í staura en ekki svona, þú veist, alvöru, fengum bara námskeiðum. Já. Svo var þetta ógeðslega gaman. Já, þannig að þú varst að tengja kapla bara í skurðum? Já, bara, þú veist, ég var á tímabili með bara þeim sem að voru í, þess að taka ljósastaurana og svo þessina milli laga bilnir í skurðum og svona sko. En ég get ímyndum mér að það hefur verið sko kallaveldi. Já, það má alveg segja það sko. Og hvað, voru þeir ekkert svona að þið treystuðu þér alveg í þetta og öll þessi verkefni? Já, sko, ég ætla að fá orðið þetta svona. Ég er að kalla eftir fordómum sko. Já, ég ætla að fá orðið þetta svona. Fyrirtæki, eða þú veist, stjórnandi treystum manni, klálega. Auðvitað eru alltaf einhverju sem var náttúrulega skeptískir. Kannski ekkit endilega leiðinlegir við mig en þú veist, ég man alveg eftir tímabunda sem ég svona fór til míns yfirmanns og sagði, heyrðu, ég verð bara að fá að færa mig, þú veist, ég er bara stand og ger ekki neitt en það var enginn, þú veist, leiðinlegur Nei. Svona... En þér var ekki þá treyst af samstarfsmönnum eða þú þurftir að sanna þig? Já, ég þurfti að gera það og kannski sannaði meira en ef þú hefði verið kallmaður hugsanlega, í sömu stöðu það voru ekki strákar sko ekki sem nemar í rafvirkjun þeir voru sérst í öðru þannig að maður svo fekk ekki beinan samanbörð við þá, af því við vorum bara tvær en já, svo er þess að segja, þetta var teimi og þér var sem betur fyrir skipt út og svona og já, þér var treyst og þú varst að hopp færð já, og já, svo bara þú veist, ég manum til að geggju teimi, ég veit ekki hvað það kallast en við vorum að fara og inn í stöðvarnar þar sem að svona tengt hitaveitunni þar voru tveir svona tildulega nýjir starfsmenn og bara ungi strákar og ég man eftir því að þau ættu að leggja eitthvað kapplegstar og ég hef aldrei gert það áður þú veist, það er svona húsanamagn sko ekki náttúrulega bara að vera vinnandi hjá þeim og það var heyrðu, farðu og leiðu bara og setðu tengil þarna, við erum að bæta þessu við þetta var eitthvað svona og ég eitthvað, já, ok, já og svo hugsaði ég bara en er eitthvað svo viljaði passi, þú veist, hvað ég gera þá svona, þú veist, fattaði ég, já, býtu ég kann ekkert í þessu, sko okay. og þú veist, þá voru þeir að treysta mér svo blindandi, sko en kannski áttu þessi ekki á því að ég það bara skráði mig inn á mig og fór svo beint að vinna hjá Veitum, sko Já og svo klárar þar, eða hvað? Já, ég rauninni fer á lán, eins og kallast hjá, bara rafverktaka og vann þar í áttunum að vera held ég 3 vikur held að endaði 3 mánuðum það skortir hún á markað sko og ég klára henni bara samningi minn fer held ég rétt aftur til Veitna og er bara fer síðan og byrja hjá þessum rafverktaka vinna ég upplifði mig kannski svona meira þar það sem að eða sko í samanbyrðunum þá sem ég hafði það var fyrirtæki var leiðin í ásatíðaferð og ég eitthvað svona, já, ok, þetta er alveg þetta voru, þú veist, 5 dagar, það voru eitthvað fyrir dagar og svona og ég fer til næsta yfirmanns og bara, já, ég fer að mæta þá við Veitum á mánudaginn og þá bara, nei,
þú kemur bara hingað og ég alveg, já, en þið verðið ekki hérna nei, þú heldur bara áfram og þá, þú veist, ég upplýði svo mikið traust, sko þannig ég sagði bara, vá, herri, þetta er alltaf geggjað Býtu, var það ekki búið með í ásatíðaferðina? Herri, jú, ég bara hafði ekki aðnaði, sko það var nú eitt sem átti auka með að mér þess að ég, sé eftir í dag, sko, hafði ekki bara skellt mér en þannig að svo þú klárar sveinsprófið og svo bara ferðu hvað, að vinna hjá þessum verktaka Já, ég byrja að vinna hjá þeim eftir að klára samningin og svo ég svona eitthvað að klára í skólanum því ég gemdi nokkur fög að fyrir sveinsprófið svo reglugerðir og eitthvað svona þungt En bakum aðeins, þegar þú ákveður að fara í þetta nám hvernig tók fjölskyldaðin því? Mömmu fannst það geggjað Já, hún nú lögfræðingur sjálf, sko Nei, hún sagði þá í fyrstu skiptið með, ég er svo fegin að þú skiptir og fórst ekki lögfræði Ég heldur nú kannski bara vita líka hvað, þú veist hvernig ég er og það hefði ekkert henda fyrir mig að setja á skrifstofu allan daginn, sko Nei, einmitt Já, þannig að þú veist, það hefði bara allir tekið þessu vel, sko En varstu aldrei þegar svona eftir sveinsprófið, varstu aldrei að lenda í svona, hvað ég segja, mótbárum Jú Aha. Já heldur betur, sko þetta svolítið svona að þú kemur á nýjan verkstað þú ert kannski í verkefni í 3 mánuði, ár bara mismunandi og þú þarft svolítið að þú veist, þú kemur nýr hópur skilur, hvort þú væri, þá er að tala bara alla líka, það nýjir málar, það nýjir píparar og allt þetta og þú þarft svolítið svona að byrja upp á nýtt sanna þig, ég man alltaf eftir verkefni svo svona eiginlega fyrsta sem ég var svona þú veist, hvað þú sagt, að stýra eða þannig og og þú veist, málarinn var alltaf að fara tiltekið málar var alltaf að fara til það var strákur sem var að læra rafvirkjun og var líka í þokkabót, þú veist, lánsmaður hjá okkur þannig að hann vann ekki eins og í rauninni hjá fyrirtækinu hann var alltaf að fara til hans og spurja og það var alltaf, heyrðu, þú voru að tala um Margréti ég get ekki svara fyrir þetta og hann gafst ekki upp, sko en svo það, þú veist, það var samt aldrei leiðilega við andlið á mér, sko, en þú veist, það er svona hlutir sem að, þú veist, gera lítið úr þér, skilur og svo fjaraði það út væntanlega já, svo alltaf bara var þeirra partur búin, sko ég skil þú veist, sumir náttúrulega læra aldrei, sko en svo líka eins og í sama verkefni eða þetta var svolítið stórt verkefni að þá var annar málari og ég man við sátum, þetta var á milli, þú veist, örgulega jólu 9 árs eitthvað, það var eitthvað svona, þú veist, það var pínur rólegt hannig og hann situr og horfir á mig og svo segir hann, veistu, hefði einhver sagt við mig fyrir 20 árum síðan að ég myndi sitja á móti einhverju ljósari stelpu með rauðar neglur, þú veist, langar neglur að vera að vinna, ég þess að bara glætan, glimti þessi, það var eitthvað svona og ég fór bara að læja, skilur það fannst það svo skrítið, hann hafði aldrei unni með konu, skilur og ég skil það alveg, þú veist maður kannski svona, þú veist ég horfa alltaf á þetta þannig, svo lengi sem einhver ekki kannski leiðinlegur viljandi við þig, eins og sömur eru að þá það maður kannski pínu lítið að gefa sens, eins og sérstaklega sér eldri sem hafa kannski bara aldrei unnið með konu áður í þessu það er auðvitað skrítið, þú veist, við vitum það bara sjálfar, ef við tala fyrir konur að þú veist ef þú er að vinna eitthvað staðar sem er bara konur svo kemur ykkur 1 kallinn eða 2 þú veist, auðvitað það breytist svona pínu, auðvitað jákvætt andrúmsloftið breytist, en þú veist, það er kannski pínu að gefa því sens að menn þurfa að læra að þú veist, þið þurfa kannski að fá að misti þessi já, ég mitt en svo eru sumir sem bara, þú veist, koma upp á mér og ætla að vera leiðilegir þú veist, mann eftir einu sem kom upp á mér og ætla að sérst kemur upp á mér og segir eru þið með tortillubita? Ég segi, já, vantar þess að les já, veistu hvað það er eða? Já, ég veit hvað það er viltu fá henni láni eða ekki? Og þá var hann svo gattar og svo vantaði ekkert bitan greinlega og bara, nei þú veist, þú labbaði burti og þú veist, bara viljandi leiðilegur já, þú veist, það bara kom upp á mér til þess að vera leiðilegur alltaf eitthvað, þú veist, ég held að ég vissi þetta ekki eða ég veit það ekki En þegar þú færð í námið þá ertu náttúrulega með einhverja hugmyndum hvað þú ert að fara að læra en svo ferði í gegnum þetta hvað var svona helsta sem kom þér óvart hvað var, við tökum bara jákvæðu partana sko, ég hafði reyndar enga hugmyndum hvað ég var að fara út í nei, bara ekki neitt eina sem ég var búin að heyra að það væri mikil starffræði
það var eina sko en hérna, Góð í stærðfræði? nei, alls ekki náttúrulega Nei. en þess vegna var ég pínu stressu sko en ég hugsaði að ég verð bara að prófa að hérna sko, komið bara svo óvart hvað þetta átti vel við í rauninni, þú veist, þetta við mig allavega þú veist, þetta var það er hellingur af bóklegu í rafvirkjanum allavega og auðvitað líka verklegt en verklega svona finnst mér meira eins og ná mér uppsett núna út af markan þú veist, á samningnum og komið samt óvart hvað ég hafði gaman að því Bóklega náminu? Já, okay. af því það er svo praktist þú veist, náttúrulega ég ætla ekki að gera lítið úr bóklegu námi en þú veist þess að ég fór í gegnum menntaskóla og ég var að læra þú veist einhver tíman eitthvað í þú veist náttúrufræði og það var að læra um einhver hafið og mismunandi strauma og svo fór ég yfir í þú veist sögu í næsta tíma og svo var það að skrifa ljóðaritgerð og allt gott að blessa en þú veist í rafmagninu þá ferðu beint í þú veist að læra praktíska hluti eitthvað sem þú ert að fara að vinna við þú veist, finnst það meira svona eins og skráir þig í lögfræði, þú ert í fögum tengdum því, það er ekki svo þú líka skráir ritgerð hús í lögfræði, skilur eitthvað sem þú ert ekki og fossa já, eða eitthvað svoleiðis, þú veist og það fannst mér alveg ótrúlega skemmtilegt þú veist, allt sem ég var að vinna með auðvitað, mér fannst ekki allir partar á náminu skemmtilega, ég er ekki alveg viðkennt það þú veist, en allt tengdist einhvern veginn já, fæinu já, þannig að Þannig að þú fórst að fara bara að fá áhuga á þessu fæi? Já, í rauninni. Í skólanum? Já, í rauninni, sko. Já. Þannig að, þú veist, ég átti líka ekki á hvað það væri ótrúlega stórt fag. Eða, þú veist, þú sér alltaf bara fyrir húsarafvirkjan. Já, einmitt. Sem að er, einmitt, bara eitthvað að vinna. Dragandi og tengjandi rofa og ljós. Já, þú veist, einmitt. Og það er náttúrulega bara alls ekki þannig. Þú veist, það eru stýringar og það eru alls konar tækni í dag með, þú veist, ljósastýringar og það er bara teikningarnar. Þú veist, það er sérpakki. Auðvitað þarf einhver að teikna þetta og þú veist, og svo eru svona, ég ætla að segja fræðilega hliðinni svo reglugerðirnar og allt þetta. Þú veist, það er náttúrulega bara sérkafli og samt það er bara dóðrandur sem fylgir sko í rafmagninu þannig að En þú myndist á neglunar á þann? Já. Það var nú eitt af því svona sem ég tók eftir þegar ég kynnist þér þú ert að vinna þú ert bara með brotvél og þú ert að tengja töflur og alls konar og þú ert alltaf með þessa neglur og það er eins og það hefur verið sko málaður í gær Hvernig gengur það? Það gengur það svo vel? Já, ég náttúrulega tók þar af sko fyrst þegar ég byrjaði og sagði nei, þetta gengur ekki sko, nú er það bara hætt nú er það bara búið og ég sagði ok, ég er þetta að sætta mig það svo var ég að fara til útlanda ég byrjaði á samningi í mæ og svo fer ég til útlanda í júli og ég segi, fæ mér neglur fyrir það og svo, að þetta var sérstæðlega mánuður ég sagði, svo tek ég það bara af svo kom ég eftir í vinnu og ég leiði mig vera í prófa eins og þetta gekk bara svo vel og svo bara hef ég ekki hætt síðan Ok, en þú varst nú eitthvað að stríða strákana, værið þú til í að gera þetta svo ég skemmi nú ekki neglum? Já, jú, stundum hefur maður sagt það sko. Já, en fyrir rafvirkja, fyrir þig, hvað er það skemmtilegast við þetta starf, þú veist, ég meina, er eitthvað eitt sem er svona alveg, að þú berum að gera eitthvað og það er bara, yes? Vá, sko allavega lengi vel var það að smíða rafmagnstöflur. Já. Þú segir smíða rafmagnstöflur? Já, sko, ég var á verkstæði þar sem við smíðum þar ég bara alveg frá grunni, bara frá söklinum og upp, sko. Hjá rafmiðlun? Já, hjá rafmiðlun. Rosa flott verkstæði þar sem mjög gaman að vinna á. Rosa góði kallar sem ég vann með þar. Já. Kendi mér allt sem ég kann töflusmíðana, sko. Ok. Og það er rosa gaman og fá að svona þeir voru líka með skemmtilega verkefni það kom jafnvel eitthvað svona, okkur vantar svona og að þetta er aflþörfin og svona og eitthvað og þetta var einhverja skrifstofan sem sá svona að svona kannski fínpúsa það og svo voru oft einhverja pælingar og þú veist, við getum ekki haft það svona og það er þennan streng og þetta og já, ég veist það er rosa gaman en sko já, ég held eiginlega það sé kannski bara skemmtilegast að smíða töflur já, ég held það en svo finnst mér líka rosa gaman við þetta fag því það er svo mikið og þegar kemur rafmagninu fyrir bara eins og skrifstofubyggingu kannski bara með eina hæð það er svo mörg atriði og við erum alveg frá grunninum
í þú veist að rífa niður og alveg í loka metran að setja hérna seinasta á, þú veist, eftir málun og allt saman. Þannig að við erum alveg, þú veist, þeir gegnum allt ferlið. Já, rosa mikið raunina bak við tjöldin, skilur. Svo kemur mér jafnlega að þú veist, það þarf einhver að stilla lýsinguna og allt þetta, þegar bara allt komið inn, skilur. Þannig að við líka svo gaman að hafa yfirsýn yfir svona verkefni. Já. Þú veist, við erum alltaf hreinu og svona. Já, verkstýra kannski. Já, kannski, já. Þú hefur verið því. Já, svo sem aðeins. Já. En er ekki svekkjandi, maður hugsar á töðum, við erum að vinna með rafvirkjum og pípurum, og það er öll vinnan er lokuð inn í veggjónum og sést ekkert hvað þeir eru búin að gera, eða töflunar náttúrulega sjást. Já, raunin ekki samt, þeim alltaf hendið ykkur á kompur, sko. Já, já. Nei, sko, já, ég held að það er meira svekkjandi, sko, þegar þú ert að vinna í samvinnu við aðra iðnaðarmenn. Já. Að það lítur alltaf út þess að þú ert ekki búin að gera raskandi við daginn. Nei, já. En þú ert kannski búin að vera á fulli. Já. Það er bara allt inn í vegg eða bakvið. Já, og meðan að smiðirnir eru búin að smíða 4 eða 5 veggi. Já, og þú veist, málarinn kemur að málar og það er allt inn og bara, heyrðu, vá, þetta er bara að vera tilbúið. Og maður er eitthvað, nei, það er sko hellingur eftir. En þú veist, sem er geggjað, sko, en já, þetta er alveg, þetta er svona pínu svekkjandi stundum. Já, ég skal trúa því, af því að maður sé vinnuna við þetta og þetta er listalega vel uppsett og svaka vinna á bakvið þetta. Já. Á bakvið veggina, inn í veggjónum. Já, nákvæmlega. Já. Svo ferðu og, ert þú stofnandi af félagi fagkvenna, eða hvað? Sko, þú veist, ein af þeim, eða þannig. Ég á nú ekki hugmyndir, sko, ég ætla ekki að enga mér það, en sem sagt ég dætti inn á bara það verið að halda hennan fyrsta fund sem er hérna stoppfundurinn og fer að hann og ásamt nokkrum öðrum og já og það bara stofnum við félagið í rauninni þú veist það verður eiginlega þannig til og byrja í stjórninni og er bara búin að vera síðan sko. Þetta er sko ef ég man rétt haustið 2015 bara alveg lóg 2015 þar já, sérst verði þetta til og bara já og af því að það bara hreinlega vantaði félagi kringum konur í yngreynum eða? Já, einmitt, við fáum oft svona grín komment á þessu sýningu sem við erum á eitthvað svona, ekki að stofna félag kallaði inn að bara, jú, gerðu svo vel bara ef það þurfa, þá bara máttu alveg gera það en sko sérstaklega á þessum tíma en náttúrulega við erum orðnar miklu fleiri í dag og miklu fleiri náminu, en þá til dæmis ég hef aldrei þannig sé unni með annari konu, skilur og þú ert aldrei á verkstað með annari konu og þetta er bara, þú veist, þú getur ekki farið síðan í vinkonuhópiðin sem að, þú veist, er kannski búin að vera vinkonin lengi og kannski verið að tala um eitthvað vandamáli því þú veist auðvitað tengja þær ekkert. Nei, við vinnuna þetta er ekkert, því þú veist auðvitað hefur maður alveg rætt við einhver og það er svona já, en svo getur ekki bara gert svona, þetta er bara ekki eins og skrifstofunni. Nei, einmitt. Þú veist, og ég held meira þess að kallar tengja við það, skilur, ég held að það sé ekki eitthvað tengt bara stelpum, sko, en þetta að vera, þú veist, líka bara vera í einhverju aðstöðu og þú hugsar, ok, býtu, er ég geðveik eða er þetta bara lagi eða hvað, og þú veist, að geta komið inn í hennan hópa bara stelpur, herðu, þetta var að gerast eða þú veist, þetta er alltaf ítrekkað eitthvað, þú veist, er það að gerast þau ykkur líka eða ekki og ég vildi svara náttúrulega nei mitt. En þannig að þetta var svona stofnað pínlítið til þess að þið gætuð bara deilt reynslu ykkar úr yngreynunum. Í rauninu er helsta markmið okkar það að vera bara til staðar fyrir hverjaðar og síðan bara að vekja athygli. Þú veist, ef þú sérðu okkur ekki þá náttúrulega erum við ekki til. Nei, akkurat. Þannig að það var alveg sem þið hafi verið duglegar við að gera. Já, alltaf að reyna það sko. Já, einmitt. En er þetta sem þetta breytast núna? Nú eru þá, ertu farin að vinna eða það eru fleiri konur rafvirkjar, útskrifaðir? Já, klálega sko, og líka bara í fleiri greinum sko. Já. Ég meina Húsasmiðin. Já. Þú veist, við vorum 6 í múraranum daginn. 6 konur í múraranum? Já, einmitt. Á sama tíma sko, ekki sama bekk. Nei, já. Þú veist bara, einmitt hvað gerðist sko. Já, einmitt. Þú veist að í því fæ ég af öllum sko mér sem. Akkurat. Og maður heyrt að sé fleiri í einmitt dúkaranum. Já. Og já, bara út allt að fjölgar. Af hverju heldur að þetta sé?
Af því að, já, ég meina að því að sko, félag fagkvenna, þið hafi verið að reyna draga ungar konur Algjörlega. eða kynna, kannski ekki reyna að draga þær, Nei, já. heldur bara kynna iðngreina fyrir ungum konum í 10. bekk Einmitt. og viltu meina kannski að því sé að þakka? Sko, já, að hluta til. Ég hef alveg fengið stelpur upp um mér sem segja, herðu, ég sá þig hana á, þú veist, hérna, inngreinamótinu eða, þú veist, eða einhverju, eða hérna, þið komið í skólan hjá mér þegar ég var í 7. bekk eða eitthvað svona. Og hérna, meira þess að eitthvað tímann á göngunum bara upp í skóla, þá voru 2 sem kom upp um mér og bara, já, við skráðum okkur nú í smíði að því við hittum þig og hérna, eina aðra, sko. Vist, ekki, við vorum að gera þessu smíði sem við hittum, það bara fóru þá að skoða innan. Þannig, en klálega líka tóku skólarnir sig á daginn og voru með hérna svona stóra hérna herferð í rauninni, búin að vera með 2, það var hérna kvennastarf og 8 sem kom að kallastarf í kjölfarið sem að held ég varð ekkert ár og hérna mín framtíð og eitthvað svona en hérna ég held að þetta sé bara þetta líka, setja okkur hérna út þú veist í kosmosið fyrir aðra til að sjá og líka bara fyrir fóreldrarna til að sjá. Akkurat það sem ég hef heyrði þessa sögu einhvern tímann að það að sko ungar stúlkur eða konur skrái sig innám og þeir aðilar sem eru kannski mest á mótið eru mæður þeirra þetta var einhvern tímann kallað þetta væri sko mæðravandamál. Já, einmitt, ég hef heyrði það. Sko, ég held að sé ekkert hérna hvað segir maður? Ég held að sé ekkert hérna vitlaust sko. Nei, veist, ég held að sé alveg mikið til því. Það sé eitthvað til í þessu? Já, klálega. Hérna, veist, bara líka með einu upplifun sko. Hitt, þú veist, konur sem hafa svona, já, flott hjá þér. Svona, þú veist, gott að þú gerir þetta, þú veist. En hérna, en svo er líka bara, þú veist, þekkingarleysið. Ég meina, ég skráði mér afvirkju en ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera. Ég meina, ekki svo ég er nú endar alveg vissulega eldri, hefði mamma sagt nei, þá hefði henni sagt bara ok, þú veist hvað ætlar að gera í því eða þú veist, ég var alveg 20 eitthvað sko en hérna, þú veist svo ertu kannski með mömmu sem bara hefur ekki hugmyndu hvað greinin er henni, þú veist, breið og þarft ekki vera út í rigningunni og í skurði að laga streng þú getur verið inn á töfluverstaði og þú veist, þú fórst í sturtu morgunin og kemur heim skilur það er bara öll flóran og það er kannski líka vandamál að fólk bara átta sig ekki á þessu ég meni, ég gerði það ekki og ég skráði mig í þetta nám þannig að, þú veist, ég gerði bara ráð fyrir ég var að fara þú veist, setja upp ljós og draga í sko eða þú veist, ef ég færi raunverulega að vinna við þetta Já, einmitt Þannig að menn sem hittir sko snirtilega pípara 100% og smiði já. Ekki að segja pípara en svo kannski líka finnst mér að hafa pínu svona, eins og ég horfi á breytingunni ég er rosa gaman að fylgjast með innanum ég elskaði innan og hérna, ég segi byggingreinan ég tala alltaf með innan bara hann er stærri en það en sérst byggingreinan og það sem að mér finnst líka vera munur er bara þetta og nú meina ég þetta ekki illa en þú veist, menn eru líka farin að vera snirtilegri það er ekki bara hérna riðgaði bíllinn og einhver sem hefur ekki þvegi fötin í 3 vikur skilur þú veist, mennum er andum að koma vel fram og þú ert að fara að heimilega fólki og ég held að það hjálpa alveg sko þetta er hægt að verða svona já hérna Jói sem með mér einhvern veginn grunnskóla gat ekki neitt þar og hann var sendur inn á þetta er hægt að verða þetta sko þannig að ég mæti þessu sko já, er það ekki? Jú, á sínu tíma Einmitt. Það var svona, já en að því þú minnist á sko klæðaburðin að það var þegar ég er að læra sko hjá Sveinbirni Sigurðssyni þá voru menn að mæta í vinnuna í gömlu sparibuxunum sem voru ekki sparibuxur lengur og í spariskónum þeir voru sko í leðurskónum bara gömlu spariskónum sem voru sjúskaði til þess að fara á ball og flatbotna algjörlega og þunnur botn og svo skildu þeir ekkert í þeir voru að dreipast í hnjánum á möðumónum Nei, mitt, Jesus Ég var bara illt í baki við að hugsa þetta sko Algjörlega svo skilur ekkert í þessu en svo bara eins og fatnaður er orðin í dag Já Það er náttúrulega, það er bara heiminn og haf á milli sko Þetta er bara allt annað sko Já Og þetta er orðið þannig að sko þetta myndi bara passa vel í sko útivistina Heldur betur. Já. Ég nota fötu mín alveg Já, ég segi það líka. Kemur svo vel núna í hérna göngutúrunum með vagnin, sko. Já, er það ekki? Jú, heldur betur. Já, við ætlum að koma á múran og 8 Já, við. En síðan byrjaru að
þú byrjar að gera upp íbúðir. Nú ætlum aðeins að koma inn á það. Ok. Og hérna, þú varst í þættinu Gulli byggir með íbúðina þína í Álalind. Já. Og ég verð bara að segja alveg svo, og þú varst búin að segja, ég var búin að spyrja þig allar að færðu eitthvað aðstöð. Já, ég á nú vinkonur sem að eru nú lærðir innan menn og ætla nú kannski einhvað að hjálpa mér. Svo mætu við þarna og ég sem framleiðandi og sjónvarpsþætti, þetta var svona svo lottóvinningur fyrir mig að við erum hann að mynda, ég og Frikki, og þær koma inn smiðir og það eru sko, ef ég maður rétt, þetta voru sko Melkorka, Sólirut, Veiga, Sara, Brekkan og Þóra. Var það ekki? Er það ekki rétt hjá mig, cirka? Jú, svo er nú mömmu heila klikka, ég vil ekki gleyma neinum. Nei. Jú. En þar, þú veist, þar voru smiðir, Veiga og Sóley og Melkorka. Já. Hún er húsgagnasmiður líka. Já, og Sóley er húsgagnasmiður. Já, og Sóley er húsgagnasmiður. Já. Þetta var bara svona eins og hafi verið, sko. Þetta var bara svona ekta í bíómynd. Já, þetta var bara, þú veist, bara algjöru meistarar, sko. Já, þetta já, bara... og þvílíkir fagmenn. Já, bara... Ekki það skildi hafa komið mér óvart, en það er bara gaman að sjá hvernig þær vinna, sko. Algjörlega, sko, líka þær koma úr þannig sér ólíkum áttum, sko, og það er ekki svo þær hafi allar verið að vinna á sama stað, skilur, og komið þannig, eða þú veist, þetta er hérna, við runni kynnust allar bara gegnum fagkonur, ekki vinkonum minnar og ræsku eða neitt, sko, ég þekkti enga fyrir árið 2015, sko. Já, fagkonurnar er bara, við klárum það, er sá hópur alltaf að stækka? Já, alltaf að stækka. Vistu hvað, maður stu tölun á þeim? Herði, við erum komnar yfir 100 og eitthvað núna. Já. Allavega sem að hafa skráð sig, sko, já. Og í öllum greinum? Já, bara við erum líka með, einn sem að keyri trukka. Eða ein held svo 2 eða 3 ár. Já. Og já, við erum ekkert í því að útiloka, það er ekki markmið. Nei. Það er meira svona kannski, já, ef þú telur þig vera í karllegri grein, þú veist, eina sem við byggjum þú ert að skráða þig bara að taka fram hvað og líka bara að spurja, þú veist, ég held ég við aldrei sagt nei við neitt, það er alltaf áttu við. Er þetta kannski félag kvenna í karllegum greinum? Já, í rauninni kannski. Já, ok. Já. En aftur að íbúinni, var það þessi íbúð sem kveikti í þér að þarf að segja að fara bara út í þetta? Sko... Þú vinnur sem rafvirki og svo ert að kenna á þessum tíma, eða ekki? Eða varst ekki byrjað að kenna, kannski? Jú, ég var samt bara með einn áfanga, held ég. Já. En þú veist, já. Og svo varst að gera upp þessa íbúð? Já. Og svo selur hana? Já. Og hvað svo? Og já, svo tók bara næsta verkefni við, sko. Ég bara, sko, fyrir þessa íbúð, Álendina, þá hafði ég gert upp eina íbúð á lengri tíma og ég kunni ekki neitt og viski neitt og var alltaf bara að horfa inn að minni kring og spurja, og rosa duglega að spurja í kringum mig. Já, í vinnunni? Já, bara í vinnunni, sem var geggjað. Alltaf með aðgangað innamenn. Og kannski komst upp með að spyrja svona mikið að því ég stelpa, ég veit það ekki. Hefur þurrlamaði fyrir mér. Og ég svona, já, þú veist, ok, þú veist, svo þannig í rauninni treysti ég mér út í þetta verkefni, því ég meina íbúðin var náttúrulega bara tóm. Hún var hvað tilbúin til 3 verk í rauninni, aðeins minna, það var ekkert baðherbyggi. Og já, svo ég ætla að segja bara þessar stelpur, það er í rauninni líka bara ítti mér út í bara að fá kerkin í það, þú veist, ég geti þetta alveg, eða skilur, og ég lærði helling af þeim. Og það er náttúrulega, hjálpuðu mér alveg ógeðslega mikið. Í þessu, með íbúðina? Já, sérst Álendina. Áður hún fórst, með Álendina, já, í rauninni. Já. Að því að, já, þú veist, ég hefði ekkert vitað að parkendleika fyrir. Nei. Og þetta var nú ekki einföld parkendleik. Nei, ég get alveg tekjandi það. Já. Algjörlega. Einmitt, þannig að, já, og þú veist, og ýmislegt sem ég hugsaði tilbaka og ég svo, hverju gerði þetta ekki svona og eitthvað, þú veist, núna náttúrulega. Já. En svo bara, já, hélt ég bara áfram. Svo, þú veist, þú kaupir hvað eftir Álendina? Sko, svo kaupi ég íbúð í Skipholti, ég man það rétt, já. Og það var nú planið að bara svona að byrja hægt rólega og hugsanlega vera þar, en það náttúrulega endist ekki neitt. Ég var búin að selja einu ári og tók í rauninni allt í gegn þar nefnum baðherbyggin. Og síðan í rauninni fer ég í
Jú, svo ger ég líka íbúðuna mömmu upp á hlutu til nýtt eldhús og parkett og eitthvað svona bara alltaf að hjálpa henni og síðan bættist við næsta íbúð sem var á Kársnesinu og þar var hún samt nýbygging sko. Hún kemur henni tóm vendum að taka niður vegg og breyta skipulaginu og og svona þessa breytinni og sjá mjög gaman og stundum horfi á þessu skipulag og hugsa hvað verið að hugsa þegar verið að teikna þetta sko. Já, ok. En þú veist, ég fekk útrás fyrir það að breyta því og ætlum að vera þar en síðan svo í millitíðinni kaupi ég íbúð sem var eiginlega bara ónýtt. Ég svo fegin að keypta hana engin annar eða nema hefði verið ykkur annar iðnaðarmaður, hún var bara þannig stödd sko. Og flutti aldrei þangað, hún var bara gerð upp sko. Og það var svona fyrsta þannig verkefni sem var mjög skemmtilegt sko. Kaupa, gera upp og selja? Já, í rauninni sko. Og svo dyttum við inn á húsi sem við erum með í dag. Já. Og höfum verið að vinna í að gera það upp. Núna í, hvað ætla sig, komið á annað ári núna. Já. En, var það illa farið? Já, það sko, eigandinn bjó aldrei í því. Keyptum samt af eigandurum og þetta var bara búið við leigu. Já. Og hlutað til herbyggjalegu og þetta er 400 fermetrar sko. Já. Þannig að það er alveg slatt að taka gegn og allt utan hús sko. Þannig að við erum alltaf búið með næra hana þar sko. Já. Og utan hús þannig að þetta er. En þetta aldrei þannig fyrir þér eins og þú kaupir þessi íbúð sem þú kaupir, gerur upp og selur að þetta vexir í augum? Þetta aldrei svona þetta var aðeins svo mikið? Sko, Álalundin var það á vissum tímabúndi. Já. Að ég hugsaði bara, þú veist. Hún var alveg nýtt já, íbúðin var ný. Já, mjög stór, en svo var bara svo margt sem ég kunni bara alls ekki. Já, sem þú kannt í dag. Já, í rauninni. Já. Og ég held að, sko, við keyptum þessi íbúðin á Rauðarástíg sem var henni bara gerð upp og seld. Og þar var rosalega mikluvesen. Og það var svona pínu, þú veist. Þegar það kom í ljós hvernig það var sko. Þá kom pínu svona En sko að ég spyrði vegna þess að það eru margir sem að bara segja ég vil ekki bara koma nálægt þessu en þú hefur þetta sem sko hobby í raun og veru. Já. Þetta er bara áhugamál. Já. Er hjá þér og Tóma mennuðinu með það? Nei, aðalega mér kannski. Og hann fylgir bara með. Hann kannski fylgir með greið. Af því þið eru svolítið pínlítið ofvirk sko. Já, nei, hann hefur þetta gaman þessu líka sko. Já, ok. Ég ætla ekki að taka það á hann sko. En ég kannski verið meira íta og þú veist, næsta og næsta. Já, ok. Þú ert svona þessi kvatvísa. Já, kannski. Já. Jú, sko, ég held bara, þú veist, ég er alltaf að læra meira og meira og síðan er maður alltaf líka að vinna til hliðarskilur þannig að þú ert alltaf, þú veist og ég er bara svo húkslega duglega að spyrja í kringum mig og þú veist, hef aðgangað inn á einum og svo hef ég bara haft þessum reglu ef það er eitthvað sem að ég kann ekki og þarf að gera og þá kaupi ég inn á menn. Já. Og þú veist, eins og þarna í Rauðarástígnum þar var gólfið inn í einu herberginu var ennþá bara hrátt, það hefur bara verið byggð timburgrind til að hækka það í sömu hæður restin í íbúðinni. Hún var náttúrulega bara þannig að þú stekst á hún og hún molnaði þetta sko. Og ég þetta var svo mikil hæð þú veist, þetta var 10 cm eða eitthvað og ég vissi ekkert hvað verið best að gera ég var ekkert að fara bara að henda floti skilur í þetta og þannig þú veist, ég fekk aðstof við það og svona. Svo á einhverju tímapunkti þá þarf að flísaleggja og þá, hvað er það þá sem þú ákveður að fara og læra múrverkið eða? Sko, þú veist, nánast sko ég var búin að vera að hugsa þetta alveg í svolítið langa tíma hvað mér langaði að fara að læra þetta og þú veist, það var búin að vera svona það er aðeins búin að koma dýfa litlu tónu og ný já og að vinna sem, eða þess að flísaleggja aðalega ekki eða eitthvað sko, nei, ég var ekki búin að flísaleggja ég var sko, ég ætla að fylgdist með Stefáni flísaleggja í Álendinni já og þú veist, þá var maður alltaf svona að hugsa hvað þetta verið geggjað, þetta er svo skemmt þetta er alltaf andstæðan við rafvirkjum, það er allt utan á og lokafrágangur sko. Já, þetta sérðu það allt já, sérðu allt sko og þú veist, mér fannst það svo geggjað og hvað þú getur gert fyrir rými með því að þú veist, einmitt flísaleggja í svona en ekki svona og allt þetta og ég pínu gaman að smáatriðum sem er náttúrulega partur af þessu og svo bara, þú veist
er ég rafvirki og ég held bara áfram og eitthvað svona og svo kemur að þessu á rauðarstignum og það var pínur svona ok, þú veist, þetta er ógeðslega spennandi því við fengum sérst að vera með honum bara sem hendur skilur og það var verið að hræra og og flota og gera eitthvað og þú veist, það var bara svo ógeðslega spennandi ég hugsaði bara, heyrði, núna verði ég bara að skrá mig ég teki þetta þá bara sem hobby skilur, hvort sem ég klára eða ekki skilur svo er þetta bara svo ógeðslega gaman ég get ekki hægt sko. En sko, nú talaðum að múrverk sé svona líkamlega erfitt er það ekki það? Jú, auðvitað sko ég náttúrulega hef ekki mikla reynsla að vinna út á markaðan sem múrar Nei. En jú, klálega, ég meina það eru þungi pókar og það er flísapakkarnir eru þungir en sko þú veist, nú er ég svo sem flísalagt fyrir sjálfa mig og þú veist, flotað og eitthvað svona og ég er náttúrulega með rosa góðan burðamann á hliðalínni þannig að þú veist, það hefur kannski ekki mikið trublað sko Nei. En jú, þetta er erfiðar en rafvirkjunum, en svo eru vissi partar í rafvirkjunum, þú veist, það er að draga út strengi allan daginn, þú veist, ef þú að draga út stóra og þykka strengi, það getur verið mörg kíló sem þú að draga. Já, þannig að þú veist, þannig að það er líkamlega erfitt líka. Já, þú veist, þannig að það eru þessi partar í báðu sem getur verið líkamlega erfitt. Ég meina, þú gætir alveg verið að vinna sem múrari og flísarnir eru komnar á staðinn og þú ert bara að bera eina eða einn pakka. Ég meina, þetta er þetta þungt og þetta er, þú veist, En sko múrverk er náttúrulega ekki bara flísaleikja en þó menn hafa náttúrulega bara sérhæft sig í því Já, algjörlega og eru bara í að flísaleikja eru ekki að slétta veggi eða pússa eða allt það sko Þannig að er það skemmtilegasti parturinn af múrverkinu að flísaleikja það? Já, eins og finnst mér sko Já, ég held það en mér finnst líka svo gaman ég hef bara gert þetta samt í skólanum þú veist að fyllta veggi og svona og það er alveg gaman sko nú er alltaf svona sem litli fletir en bara þú veist ná öllu beinu og slettu og þú veist, mér starf svo gaman sko Býnir svona sullumall, drullumall hræra og draga og ekki Já, akkurat þannig að þú veist, ég er svona þú veist, mér hlakkar alveg til að fá að prófa ekki staðar vinna við þetta Já, og þú veist, hvort það er eitt sumar eða heilt ára eða hvað að fara og fá að vera svona alvöru múrari var það þannig Hvað er komið langt í náminu? Sko, ég ætli ég ekki svona þú veist, haustan og vorin eftir með einhverju svona púsluspili Já, ég er alltaf búin að tók að hluta til námið þegar ég var ólétt og minkaði þess við mig og svo tók ég 2 áfanga núna í vor Þarftu ekki að fara á samninga? Jú, ég þyrfti að gera það sko Já, og vinna við þetta í hvað? Einhverja mánuði áður en þú fer í Sko, rauninni bara ferilbókin núna. Þannig ég þurfti bara að uppfylla hana. Veist, hvort sem ég myndi gera það á 3 mánuðum eða árið. Sko. Þannig að það er svona eina púsluspili sem vefst fyrir mér núna. Já. Að ég þurfti alltaf að fara að vinna fyrir einhvern og ég veit ekki hvern og hver hefði þolið með þig fyrir því að, þú veist, alltaf með nýtt barn og svona. Já, einmitt. Þannig að ég þarf eitthvað að finna út af því, sko. Ég ætlaði ekkit endilega í sveinsprófið. En ég verð að segja bara eftir að fara í skólan og þú veist, það var geggjaður hópur sem fóru gegn námið. Mér finnst það pínulega að missa þeim núna, þau eru alltaf útskrifast í dag, sko. Já, og ég svona, já. Hugsaður svolítið, ég hefði getað verið þarna. Já, ég ætti reyna að vera að fara í sveinspróf núna í júní, sko, 3. júní. Já. En þú veist, þannig að já, þú veist, núna langar mér að fara, þú veist, kennarinn æðislegir, náttúrulega eru aðalega 2 kennarar í svona múrnum, sko, svo þetta náttúrulega tengbyggingatekniskólinu líka, þeir báðir geggjar og þú veist, taka vel á móti manni. Kom það þér á óvart þegar þú bara fóst inn í þetta? Væntanlega ekki marga konur í múrverki? Nei, ég menna það voru náttúrulega, held ég, nánast engar og svo eru við allt í einu 4 í hóp saman og svo 2 sem voru í rauninni að útskrifast þegar við vorum að byrja, þannig vorum 6 allt í allt. Nei, sko, ég átti ekkert vonað að þeir myndi að taka illa á móti mér. Ég vissi náttúrulega ekkert hverju var að kenna þetta fyrst, en svo maður fljótur að komast að því og bara, þú veist, ég átti svona bara vona á, hvað ég segja, venjulegum kennara þannig séð, en svo þú veist, þeir eru bara svo skemmtilegir við alla, eða fattum mig, þú veist, ekki bara stelpunar. Og hvetjandi? Já, hvetjandi og bara, þú veist, leið okkur að prófa og þú veist, ég var í áfanga sem að, er svona svolítið, þú veist, kannski hugsanlega þú ert svolítið mikið að læra það á mörkinni en þú ert að læra fræðilegu hliðina, þú veist, það eru múrviðgerðir og svona og hann var svo duglegur að fara með okkur að skoða
kíkja á eitthvað og þú veist, hafa samband við eitthvað fyrirtæki og við með þess að fórum allir hópurinn skoða einingaverksmiðuna þú veist, í Borgarnesi gerum okkur ferð þangað þú veist, svona þess ekkert hvar sem hvaða námi sem sko nei. bara sem litli hópur hafi verið til og allt það sko. En þurftur smá kjark ítaðir til þess að fara að byrja að læra þetta? Nei, eiginlega ekki nei. Eða þú veist, nú er búin að vera hrærast í innæðinum og ég held að það hafi náttúrulega bara þetta var eiginlega bara hvort ég ætla að gera þetta eða ekki sko. En svo er ég búin að hugsa þetta þess að segja í mörg ár þannig að það var eiginlega bara ég varði eiginlega bara að prófa. Þú komst aðeins inn á það áðan þú sagðir sko að þú væri hissa á því að einhver hafi teiknað þetta svona það er þess að skipulag á húsum og hönnun. Er það kannski eitthvað að kitla þig líka? Það hefur alveg gert það að vissu leyti. Ég held bara að ég myndi aldrei eða svo stafnlega hvað ég segja, ég held ég myndi aldrei þú veist, fá að gera það sem að ég myndi vilja vera að gera hvort þar, ég væri bara í að þú veist. En þessar breytingar á þessum íbúðum og húsin ykkar núna, er það þú sem að hannar þetta? Já, raunni já, þú veist Er það skemmtilegi parturinn? Já, mér finnst það rosa gaman ég veit ekki það sko Já, velja gaman. Efni og ákvaða skipulag Já, og fara í alltaf svo búður og skoða og mismöndi möguleikar og sko það sem að líka hefur opnað á fyrir mig að fara þessu í múran að því ég er að gera þetta sjálf sko, ég vildi ekki gera þetta þú veist, án þess að læra þetta mér varst það pínu svona ég set alveg mörk, skilur ég gera alveg ýmislegt og ég lefi mér alveg að setja upp innýtinguna fyrir sjálf mig núna og svona, þú veist, en ég fer ekki í, þú veist, þak, glugga, eitthvað sem ég þekki ekki, kann ekki á, ég fer ekki í, þú veist, ég fór ekki í múrviðgerðir ef ég kann það ekki, ég flísalega ekki votrými, þú veist, ég held kannski það er alveg hægt að gera þetta, en ég vil bara þessi pottið, skilur mig, mér er mjög andum það. Sko, flísalegn er stórmál. Já, og þú veist, ég held að fólk vannmeti líka alveg hvað þetta er mikið mál, sko. Algjörlega vegna þess að sko, það kemur kannski flísari heim og byrjar að flísalegja baðherbyggi og fólki fyrir vinnun á mótni þeir eru búið að taka móti múrunum og viðkomandi fer inn og svo kemur fólki heim í lok dags og það er ekki búið að gera neitt. En þá fór dagurinn í að mæla út. Akkurat. Og sko, skulum ekki vannmeta það ef við erum að núta að hlusta og erum með múrar sem að gera þetta þá skulle við vera ána með það sko. Ef múrarinn byrja bara strax þú veist, ef þetta er ekki bara kassalega gólf sko, þá kannski fyrir spurningamerki. Nei, ég segi svona Ég heyrði eitthvað tíman á Spáni eru sko 2 verð ef á flísaleggja það er sem byrja á heilli flís og taka svo röndina hinum megin eða þá að deila upp herbyrginu. Einmitt. Já, þetta er þú veist, ég man rýmið sem voru með mitt þarna í húsinu sko, baðherbergið, það var þú veist, innskot sem var sturtuklefin svo sturtuklefin og svo kom þú veist stærra rýmið sem var þvottahúsið innaf og stóra flísar eða? Já, 60 flísar og svo þetta fara upp að vegga hluta til og þetta var alveg dagur sko bara ég, þú veist, svo var ég búin að finna þess ég var ána með svo leið ég á nei, byrja upp á nýtt. Já, af því að þá passar það ekki þarna. Já, glemdist einn veggurinn sem að þú veist skera af og þá var komið svo asnarlega. Auðvitað hefði alveg geta verið þannig og alltaf, en ég var líka að gera fyrir mig að æfa mig sko. Já, einmitt. Og leyfa mér að, þú veist, taka mig tíma því að þetta er ég á tímaköpi fyrir sjálf mig, skilur við. Að þetta er alveg rosa. En hugsaðu ekki þá, akkur var ég ekki bara með mósaíkflísar? Það er ekkit einfalt. Nei, ég veit að svo er það, sko. Sumir myndi halda það, það er svo litlar. Já, og svona mottur og eitthvað. Mottur, já. Er þetta ekki bara allt í mottum? Það er ekkert einfaldara, sko. Nei. Þannig að já, þetta er, þú veist, en þetta finnst mér svolítið skemmtilegt við þetta fag, sko. Og líka fá að spá í þessu og mér finnst þetta opna svo mikið möguleikann fyrir mig þegar ég er að gera þessi rými og þessi baðherbyggi að, þú veist, geta leyft mér eitthvað skraut eða dúlleri eða þú veist eitthvað svona flottari flísara því að þú veist oft kannski færið eitthvað inn og fólk kannski áttar sig bara ekkert á vinnunni og þú færið eitthvað verð og það er bara já ok þú meinar en ef við gerum bara þú veist bara svona flísar og sleppum þessum vegg og eitthvað og ég skil það alveg en þetta er náttúrulega bara ótrúlega mikið vinna og
þarf að borga fyrir hann eða skilur ég nákvæmlega, og svo sko færðu hugmynd af því að nú hérna verið að nota rosalega mikið af þessum vetiplötum fröðplötum með til þess að hlaða veggi, sturtu veggi og alls konar og það einhver sem að getum við ekki fengið svona hillu hérna fyrir sjampóið jú, það hægt, já þá gerir við svona hillu en þá það sko 45 gráðu skurður í kannski 2 metra og það fólk ekki alveg átt að segja á því að sko úthotn eru dýr algjörlega sérstaklega þú skorin í 45 sem náttúrulega manni finnst það þetta að vera já, mér finnst alltaf það þetta að vera sko praktikinn sko, svo sér maður þetta þess að leggja þetta bara í, þú veist, hvað sem maður í svona té eða þú veist og þá sér það alltaf í hliðin á flísinni já, þú veist það trufla marga, já, aðra ekki já, aðra ekki, ég meina og sumt truflar, sum ekki neitt ég meina, sumir sjá ekki neitt, ég meina, ég sé náttúrulega ekki annað þegar ég kem inn einhverstaðar og maður að býða til pítsunni eða eitthvað, ég er bara að horfa á eitthvað veggi og loftið og ljósinn og hérna þessi rofin og eitthvað skakkur og eða skilur við, og ég held að fleira innan mann tengi við þetta, sko skilur við, og hérna, ég meina, ég fyrir til göngutur með vagnin og ég er að horfa á múrviðgerðir á öðrum húsum að því ég gerir sem að meistökja mér sko og ég er að horfa á hvernig það lítur út hjá nýmálegum húsum sem búið múrviðgerði að því ég er að bera saman ég held að hinnar mömmundar sig ekki alltaf þessu sko sem ég skilur svo vel sko. En hérna þú veist, þannig að mér finnst þetta rosa gaman að þú veist, opna inn á þennan möguleika fyrir mig að því að þú veist, ég er ekkert hætt sko að gera nei já, alveg 280 fermetra eftir sko eða 240 ég ætlaði einhvern tímann að byrja að flísaleggja bað á íbúð sem við keyptum á Jörfabakkanum og ég var eiginlega byrjaður bara búin að mæla svona eitthvað smá pínlítið og Jón Axel vinur mig var að á staðinum og hann bara sagði nei, þú ert ekki að fara að gera þetta og svo gulli hættu, stoppaðu núna fáðu eitthvað til þess að gera þetta og svo endaði með að hann sagði sko, ég held að afiðinn heitin sé komin hingað sko af því að hann var Gunnlaugur afið minn, hann var rosalega vandvirkur flísari sko og þá einhvern veginn kynntist maður þessu fyrst sko en ég hafði vitað að ég að stoppa ég vonaði með það já, ég held að maður þurfi líka að kunna sín mörk, ég held að kannski margir fari í framkvæmdir í dag jafnvel þeir sem eru ekki innæmen kannski eitthvað handlagnir bara eða eitthvað svoleiðis og ég held að fólk þurfi bara aðeins kannski að svona, hvað segir maður, stíga tilbaka og þú veist, átt þess á sínu mörkum ég meina, ég gera það og ég er innað maður sjálf já, ég gera það líka þannig að þú veist, ég held að hérna, að því svo þekki maður líka alveg til innað manna sem að kunna allt og gera allt og hérna, eða þú veist, og það er ekkert frábært heldur. Svo það þeir sem segjast kunna alltaf geta já, svo það þeir og svo geta það ekki algjörlega. Og það alltaf einhver annar að koma og laga eftir þá sem bara rándýra sem miklu dýrar það var alltaf einhver tíma þá var ég pallasmíði og gaf tilboð í einhvern pall og svo kom ég með tilboð já, heyrðu þessi nú til ég að gera fyrir miklu minna verð ég segja fínt þá bara tekur hann en ekki hringi mig og byggja um að koma og laga eftir viðkomandi Mér finnst þið líka munur á, þú veist, þegar þú fær hérna pípara sem að setja upp hérna klóstið fyrir þig og vaskinn og að hann hendi upp litlu innréttingunum með, ok, þú veist, það er kannski ekki að fólk þurfa með þetta að ringja endilega í smið bara til þess að bóra 2 skrúur í vegginn, sko. En þetta er bara svolítið að þekka mörkin, sko. Já, og vita hvar lagnirnar er inn í vegginn. Já, hann kannski veit það. Hann veit það, það er meiri líkur á því. En hérna, hann er kannski svona svo kom dóttiðin svo eignaðistu dóttur breyttist þá lífið mikið þegar með einbýlishúsið sem þið eruð að gera upp núna sko, já, hægði hans á já, ég var svo rosalega veik sko, fyrstu mánuðina alveg bara, já, bara þú veist, fekk eitthvað sem ég kann ekki að bera fram eitthvað rosa fínt lækna heiti af einhverju svona sem æli bara konstant sko, kemur einhver niður og hérna er lág bara í 2 mánuði og já, þannig að það hefði alveg verulega á sko, en við vorum svo mestuleiti búin og hérna eða sérst með fyrstu íbúðina af þessu húsi og hérna svo bara byrjaði ég að hressast sem betur fyrr og hérna þá fórum við svona, þá komið sumar sko þá fórum við aðeins í utanhús framkvæmdir og hérna já, henni leið svona vel í bumbunum, hún svaf bara meðan ég var á fulli svo vakti hún á nóttunni þannig að hérna, jú, þetta hæði það á og hérna svona, þú veist, minna sem maður gæti gert sérstaklega ólegt, sko en hérna
ekki það, mér tók síðan að koma mér út í það, þú veist, flísalegja fyrir vinkonum mína þegar ég var komin. Já, ég held að það hafi verið í nóvember eða eitthvað svo leiðis. Ég ætti að eiga í desember, sko. Já. Ég veit ekki Þá að gera að fara flísalegja. Já, þetta var nú lítið barbyggi, sko, eða pingur lítið klósett, en þú veist, svona með klikaðar. Og síðan, já, svo bara ákváðum við að selja þessa neðri hæð. Já. Frá okkur. Við ætlum að breyta skipulaginu. Sem áttu eftir að gera? Nei, sem við búið að gera, sko. Við fluttum þangað sumarið og vorum þar og ákváðum að setja á sölu og það rauninni gekk upp. Við ætlum alltaf að breyta skipulaginu og þessi partur af þeirri íbúið neðri hæðinni ætlum við að samin efri hæðinni en byggingarstjóri Kópavogi er bara svona rosa skemmtilegur að hann hafði það 1,5 ár og við bara gáðst upp og já, þannig við seldum frá okkur þessa íbúð og með hana eins og hálfsmánaði eða eitthvað þá gerðum við svona mini-framkvæmd uppi í Risi og búum þar núna og erum síðan að bíða eftir í rauninni við erum með leigjendur á miðhæðinni, já, sem er rauninni jarðhæðin nei, fyrsta hæðin, já og já, við erum rauninni að leifa þeim að vera út sumarið og svo byrja barlið aftur, sko. Að taka í gegn þá fyrstu hæðin já. Og þar ætlaði að vera já í einhver tíma þangað til að þú verður kvartvís aftur eða? Já, sko, ég er eiginlega búin að gera samkomulag að vera þarna í smá tíma og helst svona 3-4 ár já. Og svo bara sjáum við hversu samfærandi ég verð því ég finn eitthvað annað. Já, viltu segja eitthvað við ungar konur sem að velta þessu fyrir sér að fara í innám eða ekki? Bara kýldu á það. Skráðu þig bara. Hvað er að versta sem gerist? Þú bara skiptir yfir eitthvað annað innám eða hættir og skráðu þig þá í háskólan. Já, ef áhugin er fyrir hendi að prófa þetta og kynnast þessu. Já, 100%. Já. Að því þú er búin að vera að kenna núna og farin að kenna meira eða ekki svona í seinni tíð. Jú, ég var. Hver er staðan í innnáminni ef við getum komið þinn og það svona í lokin? Geggjaður áhugi, rosalega aðsókn í innám. Það er mikill aðsókn? Já, rosalega mikið aðsókn. En því miður bara að hafa skólanar ekki pláss. Ok, þannig að komast færið að vilja? Já. Þetta er ekki eins og það var þegar ég fór í þetta? Nei, alls ekki, sko. Já. Og það er bara ekki hægt að stekka deildirnar og Og engin áhugi fyrir því í ráðuneytinu eða? Já, það er alltaf, ef þú myndir spyrja hann sætið hliðina okkur, ég myndi segja að það verður alltaf klálega áhugi. Já. En við höfum ekki séð þann áhuga í mörg ár, þannig að ég ætla að staðfesta, þú veist, það er allavega ekki, þú veist, það er búið að vera ákall lengi og ég veit að öll fagfélögin hafa verið að þrýsta á samtal og ég veit líka að meistarafélögin hafa verið að gera það, gerist ekki neitt og þú veist þessi skóli sem á að byggja tekniskólanum verður örugglega bara of lítill þegar kemur að því ekki það ég veit neitt um það, ég ætla að giska það. En er þetta þannig, er staðan svona í öllum greinum eða? Já, ég held það. Nú þekki ég svo sem ekki litlu greinanar en þú veist það er þannig í smíðinni og múránum örgla og rafvirkjum líka. Já, ég held það. Svo hefur maður heyrt líka að það er sko töf á því að komast í sveinsprófið. Já, ég hef heyrt. Eða bara biðlisti. Sko ég vil alveg þekki þetta best í rafvirkjun og þar tökum bara móti öllum. Við lengjum það bara tímann sko og greiði sveinsprófsnefndin það bara að vera lengur að. Ok. Þú veist þannig að ef það voru þú veist 7 dagar að prófum þá verða þær bara 10 skilur og það er það sem við erum að sjá líka. Það er bara að því svo er þetta líka þetta er nú allt menn hjá okkur þannig ég ætla að leið mér að segja að menn eru bara þú veist taka sér tíma frá vinnu og sinna þessu og þetta er 2 ári í rafmagninu sko sveinsprófin já og þetta er bara alltaf lengjast það er ekki svo fólk sé þú veist það er enginn sem vinnur við það bara að vera í sveinsprófsnefnd þannig að já, ég veit ekki alveg hvert það stefnir sko. Nei, ok, ef að þú mættir á það sem nú ertu ráðherra og þú fær fullt af peningum hverju myndir þú vilja breyta bara á morgun þegar kemur það inn á mig? Ég myndi bara vilja samtalið til að byrja með við þá sem að þú veist, koma nálægt þessu
Sest, ekki bara kennarana af því þeir eru bara að kenna skilur líka fagfélögin og meistarafélögin hver þörfin og vinna út frá því, stækka skólana byggja nýjan skóla það er nú alltaf verið talað maður á ekki að segja þetta en hérna hefur verið talað að fjölbreytti Ármúla það hefur verið að færa þá nemendur yfir í aðra bóknámsskóla, það verið að fylla þann skóla af verknámsnemendum. Hvað svona fáir í Ármúla með? Þetta er bara það sem ég hef heyrt sko. Já, það væri hægt að breyta heilum skóla í verknámsskóla. Í verknámsskóla. Já. Þannig að þú veist þetta er það sem ég myndi svo bara má ekki gera þetta, ég sáum að ráðherra var einhverjana samin einhverju skóla og annað og það bara fór allt í háloft ég held að svona ekkert að kynnti mér ekkert forsendunar fyrir því og af hverju maður sá bara það sem verður fréttum og ég skil alveg að það eru hefðir og alls konar og þetta en ég meina Þetta hljóma pínlítið eins og sért að segja að það séu fordómar inn í kerfinu gagvart iðnnámi. Já, en kannski líka sko ef þú spáir í því hver eru þeir sem vinnir ráðuneytunum, hver eru þeir sem eru á þingi, hver eru þeir sem eru hrærast í þessu, eru það einhverju iðnaðamenn, það eru einn iðnaðamann sem að vinnur í ráðuneytinu eða er á alþingi sem þingmaður eða er að vinna með flokkunum? Nei, einmitt, ekki heldur sko og ég er alveg búin að skoða það eða þú veist listana og það er engin titlaðir, þú veist, ég sá svolítið gott daginn, ég sá ég var eitthvað skoða forsendaframbeðunar á Instagram og mér var svolítið gott Ásdís Rán var með eitthvað texta hvort það væri þú veist, það væri alveg hlut á þjóðinni sem að vill ekki fræðimenn eða pólitíkusa inn á sem forseta, skilur og ég tengdi svo mikið við þetta sem svona, ég var ekki komið tími til að við tökum aðeins inn aðra í þjóðfélaginu inn á alþingi eða þú veist, eða allan inn í flokkana eða eitthvað, þú veist, til þess að fá þessa hluti í gegn líka bara, þú veist, fyrstu töðan á mér, ég er alltaf að hlusta á auglýsingar það sem er hvað heitir þetta haftverði háskóluna við byggðum þessa byggingu fyrir háskólan og við fjármögnuðum þetta og bla 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 ok, getum við gert það saman fyrir innan bara ég veit ekki til peningur, ekkert mál getum við búið til lausnir til þess að verði til peningur, skilur mig þú veist, en það er enginn þarna heldur það er enginn áhugi fyrir inn í kerfinu Nei, og ég meina hvernig var, nú þekki ég það ekki og ég hef ekki kynnt mér það, en hvernig var til og með haftverði háskóluna, þú veist, hvernig byrjaði það? Akkur má ekki bara gera nákvæmlega sama og búið til haftrætti iðnaðarins eða eitthvað, ég veit það ekki, skilur. Að ég meina, það er alveg takmörk fyrir því hversu mikið fagfélögin og meistarafélögin eða styrkja inn iðnám. Að því bara, þú veist, þau get ekki verið að borga bara grunnkostnað sem fylgir því að fara inn á eins og að kaupa rófadósir, tengla, endurnýja, efni sem bara, þú veist, verður að vera til í náminu. Það er eðlilegt kannski að þeir gefi dýrar mæli og eitthvað búnað og ég menna hafa verið að gefa daginn eitthvað svoleiðis. Í skólan? Já, í skólan og það var, þú veist, samtal hvað vantar eitthvað svona. Það er kannski alveg eðlilegt og það er ofta eitthvað svona og í fleiri greinum. En þeir ekki vera, þú veist, ef við orðum þetta í bóknáms, þú veist, þeir ekki verið að kaupa blýantana og skrifblokkinnar, fattur mig? Já. Þú veist, ef við ferum þetta. Já. Þannig að... Hefur þið veltið fyrir þegar þú farið í pólitík? Já, ég hef svo smálega gert það, sko. Já, það? Þú veist, að ég segi, ég hef svo ógeðslega mikinn áhuga á iðnaðinum, byggingreiðnaðinum sérstaklega. Og þú veist, þetta er eitthvað svona, ég fæ bara svona, mér langar svo að, þú veist, gera eitthvað og ég bara... Þetta bara kveikt í þér, þessi spurning, sko, ég sá það alveg. Einmitt, að gera það, sko. Þetta er svo óréttlátt. Já. Ég er svo sammálaðir, sko. Já, og líka bara, þú veist, mér langar líka bara að, þú veist, vinni lottó, þannig ég geti bara unnið fyrir sjálfa mig og verið bara í ykkur svona, þú veist, sinna fagkonum og verið gateglega iðnaðamönnum og, þú veist, bara gera þessa hluti, sko. Það væri draumurinn. Og svo kannski flippa íbúðum með. Og að taka hérna svona einu og einu í gegn. Já. Það var nú ekki slæmt kannski að vera á þingi og taka íbúð í gegn svona í sumarfríinu. Svolítið lágt, svolítið löng fríin hjá þeim. En þeir eru nú alltaf að ræða við kjósendur þá, segja þeir. Já. En nú erum við komin í pólitík, sko. Sem þetta er náttúrulega Ég kannski að þau bjóða mig fram í fórseta bara. Nei, ég myndi segja að það veri meiri þörf á þér inn á alþingi. Já, ég veit. Ég held að ég myndi gera meira gagn þar heldur en þessu fórseti, sko. Margrét, virkilega gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Takk fyrir að koma og gangi vel með húsið og dótturina. Takk fyrir það. Og mannin.